Við sittum hér að spjalli, séra Geir Waage og Halldór Gunnarsson með þátt í framhaldi af þætti sem við höfum tekið áður átökin út í heimi og það svo margar breytingar sem hafa orðið frá fyrri þætti að ég vil endilega, séra Geir, biðja þig að fara yfir sviðið, nú það nýjasta að Starmer sagði af sér og Andy Burnham væntanlega tekur við, það virðist alveg ljóst, hann kominn inn á þingið og búinn að fá fylgi til þess að taka við og verður þá ekki stórkostleg breyting í Bretlandi? Ekki að ég vona á því. Andy Burnham hefur átt langa veru í breska verkamannaflokknum. Hefur verið í minnsta kosti 3 eða 4 ráðuneytum á fyrri tíð. Var borgarstjóri í Manchester og sat ekki á þingi og þess vegna þurfti að losa fyrir hann þingsæti til hann gæti boðið sig fram gegn Starmer. Ég á ekki von á því að verði neinar grundvallar breytingar. Það síðasta sem að Starmer gerði varðandi innan ríkismál í Bretlandi var að senda bréf í öll ráðuneytin og baða að finna peninga til þess að hressa upp á herinn og flottan, því það allt peningalust. Og hermálaráðherrann sagði af sér fyrir nokkrum vikum á þeirri forsendu að hann treysti sér ekki til þess að bera ábyrgð á gjörsamlega fjárvana og hálfvopnlausu varnarliði Bretaveldis. Og í framhaldi af því var þetta erindi sent inn í öll ráðuneytin að finna peninga, með öðrum orðum þá að taka ennþá meira fé frá heilbrigðiskerfinu breska, frá almannatryggingakerfinu breska og yfirleitt úr öllum verkefnum sem að breska ríkið hefur staðið að inn á við til þess að reyna að búa til einhvern her úr leifunum að breska hernum og til þess að senda fjármuni í stríði til Úkraínu. Þetta það sem að snýra að inn á við. Út á við á ég ekki vona á að verði neinar breytingar á utanríkisstefnu Breta. Ég á kannski vona á því að það verði fastari tök í staðin fyrir þessi fálmkenndu lausatök sem að hafa einkennt Starmer í flestum málum, að þá held ég að markaðri stefnu verkamannaflokksins verði haldið fram með meiri festu undir forystu Burnhams, en það verða engin grundvallar breytingar gerðar á stjórnarstefnu. Ílskan í garð Rússa mun halda áfram og það sem Starmer gerði núna undir lokin á sinni veru var að heimila Úkraínu her að beita Storm Shadow flugskeytum, langdrægum flugskeytum inn í Rússland. Og núna síðustu helgi þá var skotið 6 eða 8 öllum líkindum Storm Shadow flugskeytum á borg í Rússlandi og mér sagt að reiðin í Rússlandi sé alveg við Suðumark núna. Þá vil ég nú spyrja þig, hvernig í ósköpunum geta Rússar látið þetta viðgangast þegar þeir eru beinlínis komnir í stríð við NATO með þessum hætti að svara ekki með einhverjum hætti og við sjáum og ég á eftir að spyrja þig stöðuna gagnvart Trump og Ísrael og hvernig mögulegt bara að halda áfram án þess að Trump svari með því Putin meinar þú? Nei, Putin án þess að hann svari með því að sprengja tilbaka. Sko gagnrýnin sem að Putin hefur legið undir mjög lengi og hefur verið vaxandi ef markam á það sem að fréttist frá Rússlandi að Rússar hafa ekki staðið við það sem kallað rauðulínunar. Þeir hafa alltaf
farið vægar í sakirnar heldur en elbið standa til. Og það er ekkert nýtt að Rússland sé í stríði við NATO. NATO stóð að stjórnarbyltingunni í Úkraínu 2014. Bandaríkin og NATO í Evrópu, Evrópusambandsríkin, stóðu að stjórnarbyltingunni. Evrópusambandið, NATO-ríkin í Evrópu og Bandaríkin stóðu að uppbyggingu úkraínska hersins á milli 2014 og 2022, vopnaði þennan her og þjálfaðan, þannig að Rússland hefur frá 2022 í febrúar verið í beinu stríði við NATO. En þetta sem hefur stundu verið kallað proxy war eða staðgengil stríð, framan af fóru menn varlega. Biden Bandaríkjaforseti neitaði að láta þeim í té þotur vegna þess að þá væru þeir komnir í bein átök við Rússland. Þeir eru fyrir löngu búnir að fá þotur bæði frá Bandaríkjamönnum og NATO-herjónum í Evrópu. Þjóðverjar sendu þeim hjálma sem frægt var í byrjun og neituðu að senda þeim langdræg flugskeyti eða láta þá hafa skriðdreka. Nú það fór nú svo eigi að síður að þýskir skriðdrekar sáust aftur á steppum Úkraínu og aftur voru skriðdreka bardagar í Kursk eins og í síðari heimsstyrjöld. Þar fóru þau rauðustrik af hálfu NATO-ríkjana. Síðan hefur þetta stigmagnast mánuð eftir mánuð, ár eftir ár og er nú svo komið að Bretar sem að hinga til og Frakkar og Þjóðverjar sem að hafa verið að velta vöngum yfir því hvort þeir ætti að senda þessar langdrægu flugur sínar til Úkraínu, að Bretar riðu á vaðið með það að heimila þeim stormsjat og flugar til árása inn í Rússland. Þetta verður að skoðast í því samhengi að Rússar hafa aftur og aftur lýst því yfir að þeir muni notfæra sér þann rétt sem þeir eiga að alþjóðalögum að eyða upprunastað þessara vopna. Með öðrum orðum, þeir áskilja sér allan rétt til þess að eyðileggja verksmiðjurnar og þær eru í Bretlandi, Þýskalandi og Frakklandi. Hvenær kemur að því að þeir láti verða af því veit ég ekki, né heldur veit ég hvort að þeir muni bregðast við kröfu sem að mun vera mjög hávær í Rússlandi þessar mundir, að Rússar eyðileggi framleiðslustaði drónanna sem eru fluttir í pörtum til Úkraínu frá Evrópuríkjónum, settir saman þar og notaðir til þess að fljúga djúpt inn í Rússland. En vandi Rússa hefur vaxið undanfarna daga að því leyti til að Úkraínumenn geta sprengt það sem þeir vilja á Krím og í suður Rússlandi og þeir eru eiginlega búinir að gera Rússum ókleift að flytja olíu á milli staða. Þannig er til dæmis búin að vera skömmtun á olíu og bensíni til almennra borgara og núna undanfarna daga algjör þurrð á eldsneyti fyrir almenning vegna þess að herinn verður auðvitað að ganga fyrir. Úkraínumenn hafa sprengt upp brýrnar, olíuhreinsistöðvarnar og olíubirgðastöðvarnar á þessu svæði. Rússar hafa svarað með því að sprengja upp samskonar aðstöðu í Úkraínu og þetta er orðið járn í járn. En á sama tíma og þetta hefur verið að gerast og menn eru mjög uppteknir af því að fylgjast með þessu að sjálfsögðu, þá hefur rússneski herinn þokað fram víglínunni frá norðri til söðurs og er að taka æ meira land af Úkrænumönnum. Og núna er framundan stór orusta í Donetsk héraði því að Rússar munu á næstunni hefja umsátur Siversk og Pokrovsk borgirnar. Þeir eru búin að taka Konstantinívka eiga eftir að hreinsa til í norðurhluta borgarinnar sennilega og þá eru þessar tvær meginborgir Úkrænumanna eftir. Líklega endist þeim það umsátur
jafnvel fram á veturinn eitthvað, kannski til áramóta, en eftir að þeir hafa tekið þessar 2 borgir, Kramatorsk og Síversk, að þá ekkert, engin fyrirstaða allt að Dnepr fljóti þar. En hvers vegna heyrum við ekkert um þetta sem þú ert að segja mér í íslenskum fréttum eða jafnvel ekki heldur í fréttum frá Norðurlöndum þegar maður fylgist með það er vegna þess held ég að allar þessar viðurkendu opinberu fréttastofur á Vesturlöndum búa auðvitað við stýringu og þeir fara með þær fréttir sem að ráða menn í Bandaríkjónum og Evrópusambandsríkjónum heimilaði maður flytja og það er reynt að halda aftur af öllum öðrum fréttum. Fréttaflutningi stýrt. Það þagað stóratburði ef þeir henta ekki hinn vestræna viðhorfi. Erum við komin á tíma Þýskalands og Goebbels sem stjórnaði? Jú, þetta við það fyrir lifandslöngu. Það bara ekki látið heita að svo sé. Sko þetta sem... Og ríkisútvarpið, Reuters fréttirnar, þær auðvitað ekki hlutlausar. Nei. Og flestar fréttastofur vestræna fjölmiðla styðjast meira og minna við Reuters og aðrar slíkar fréttamiðlanir. En ef að menn vilja fá eitthvað annað viðhorf, þá stendur þeim til boða auðvitað að skoða rússnesku fréttastofarnar sem eru yfirleitt bannaðar á Vesturlöndum. RT til dæmis bannað mjög víða á Vesturlöndum og þannig að það verður að fara þá í indversku fréttastofarnar og Al Jazeera og WION og Hindustani Times og slíka fréttamiðla sem eru ekki undir þessari ritskoðun hinna vestrænu fréttastöða og svo líka hægt að fara í sjálfstæðu podcast fréttastöðarna eins og Napolitano dómari í Bandaríkjónum, hann heldur úti umfjöllun heimsmál og hefur ýmsa í viðtali þau og svo normaðurinn Glenn Diesen sem ákaflega ötull og duglegur að reyna að afla sem flestra viðhorfa. Hann talar við mjög merka menn í hverju einustu viku, oft í viku og þær eru fleiri sem að mætti nefna. Mér langaði... Neutrality Studies heitir einn vettvangur sem að mjög merkur líka. Já. Pascal Lotta heitir sá sem að heldur honum úti, hann staðsettur í Japan og eins og Diesen þá talar hann við alla hlutaðeigandi, alla aðila að átökum og stríðum. Þú byrjaðir í viðtalinu að segja þess síðustu ákveðu Starmes að leyfa þessar svakalugu sprengjur Breta að fara af stað í Úkraínu en þú vekst af drónunum sem eru framleiddir meira og minna í NATO-löndum og hafa gert og Bandaríkjónum. Hvaða lönd eru þetta sem hafa staðið að því að koma þessum drónum áfram og með hjálp og hvernig hægt að stýra þeim alla þessa vegalengd sem að við heyrum þar sem hafa verið að sprengja upp hús og olíustöðvar og bara meiri sé að ráðist á kjarnorkuver. Geranimo drónarnir eru gríðarlega langdrægir og öflugir, þeir eru bandarískir, svo eru alls konar drónar framleiddir í Evrópu. Það eru 3 eða 4 verksmiðjur í Bretlandi sem Rússar hafa tiltekið, það að minnsta kosti 2 á Spáni, 3 eða 4 á Ítalíu, það eru verksmiðjur sem framleiða dróna á Niðurlöndum, í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og ýmsum öðrum ríkjum Evrópusambandsins og þessi drónar eru allir notaðir í Úkraínu og látnir Úkrænumönnum í té. Rússar framleiða óhemju mikið af drónum, margfalt meira magn heldur en
Evrópuþjóðirnar geta látið í té og þannig að þessi hernaður, drónahernaður hefur gjörbreytt stríðsrekstri. Það er ekki lengur það að ræða þessi víglínur eins og í gamla daga, heldur þetta litlir hópar hermanna og báðabóa sem fara á bak við víglínu, ef við getum kallað það svo, anstæðingsins og koma sér þar fyrir og vinna alls konar spellvirki þar til aðstæður skapast til þess að fjölga á vissum stöðum og ná þá yfirráðum yfir þessum landsvæðum sem tekist á Munurinn á beitingu þessara dróna af hálfu Úkraínumanna annars vegar og Rússa hins vegar marktækur. Rússar leita uppi hernaðarleg skotmörk með sínum árásum. Þeir sprengja brýr og flugvelli og spennistöðvar og rafstöðvar og orkuframleiðslu og hafnarmannvirki og annað lestir og lestarstöðvar. Þeir leggja mikla áherslu á að eyðileggja flutningaleiðir og flutningabíla, elda uppi vörubíla hvar sem þeir sjást í Úkraínu og sprengja þá í loft upp því að þessir vörubílar eða pallbílar, flutningabílar eða hvað það var kallað á, þeir eru líka notaðist til þess að bera skotbatteríin sem notuður til að skjóta eldflaugum. Þetta eru aðal skotmörk Rússa. Úkraínumenn hins vegar, þeir hafa alla tíð, alls frá byrjun stríðsins, komið sínum vígvélum fyrir í skjóli almennra borgara. Það gera þeir á sama hátt og Ísraelsmenn gera. Þeir eru með vopnabirgðastöðvar inn í íbúðarhverfum. Þeir eru með vígtóla framleiðslu inn í iðnaðarhverfum, inn í íbúðarhverfum. Þeir beita árásarvopnum innan úr þéttbýli. Þannig að ef að þarf að eyðileggja þetta þá þurfa menna að vera mjög nákvæmir eða eiga það á hættu að valda spjöllum og dauðsföllum á þeim sem ekki er ætlunin að ráðast á. Þetta aðferð Rússana að leita upp í hernaðarleg skotmörk og skjóta á þau. Vitaskuld verður tjón á íbúðarhúsnæði og almennum byggingum vegna þess meðal annars að þegar þeir eru að skjóta þessum loftvarnarflaugum gegn aðvífandi drónum eða eldflaugum að þá, ef þeir hitta, þá fellur brakið logandi til jarðar og lendir bara hvar sem og það eru mikil brögð af því núna í seinni tíð því að Úkraínumenn hafa verið að nota mjög gömul Patriot flugskeyti sem oft klikka og falla þá til jarðar og springa þar sem þau lenda, jafnvel á íbúðum og svo framvegis og vitaskuld svo Rússum kentum að þeir hafi skotið á þessi skotmörk. Jafnvel þó að mjög skýrar heimildir, jafnvel kvikmyndir séu til af því hvað gerðist raunverulega, þá liggja menn ekkit yfir því hér á Vesturlöndum. Hins vegar skjóta Úkraínumenn að því virðist af handahófi oft á tíðum á hvað sem í Rússlandi. Ertu þarna að vísa til þegar hérna kirkjan eða var að hluta eyðilögð í Úkraínu? Já, það muni hafa verið Patriot flugskeyti sem ekki virkuði eins og átt að gera. Það var, með öðrum orðum, það var loftvarnarskothrið Úkraínumanna sem að spilti kirkjunni miklu í Kænugarði. En ég að tala um það líka að fyrir hálfum mánuði 3 vikum þá skutu Úkraínumenn á heimavistaskóla, drápu liðlega 20 kennaranema. Í síðustu viku skutu þeir á skólabíl sem var að flytja hvítrússneskan unglinga á íþróttamót og þeir hafa skotið á eiginlega hvað sem í Rússlandi að undanförnu og eitt það sem ekkit fjallað og það það að drónastjórarnir hjá Úkrænumönnum, þeir fá greiðslu fyrir
hvað eina sem þeir sprengja. Það er að segja ekki persónulega heldur þeirra deild. Það er peningagreiðslu fyrir unnin afrek. Já. Áður en við förum til hérna Trumps og Ísraels og Írans, þá vil ég bara spyrja þig örstutt, verður ekki einhver breyting á afstöðu Breta til stríðsins í Úkraínu, því að í fyrri þætti þá kom það alveg fram að það voru Bretar sem hafa aftur og aftur staðið að því að viðhalda þessu stríði milli Rússa og Úkraínu, þó að menn hafi verið að kanna möguleika á samningum. Já, þessi fyrirsláttur, þetta leikrit sem að Donald Trump hefur verið með í gangi frá því hann tók við forsetaembættin í Bandaríkjónum, eru þetta bara öðrum þræði ekkert annað en leikrit, því að Bandaríkjamenn standa að stríðinu gegn Rússum í Úkraínu ekkert síður heldur en Evrópuþjóðirnar, þó að það sé orðan meira áberandi núna í seinni tíð vegna þess að Trump hefur dregið að sér hendurnar. Ég var að spyrja um Breta. Já, ég veit að þú varst að spyrja um Breta, en ég er að tala hvort sem það er aðild Breta eða Bandaríkjamanna, þá er öllum árásum inn í Rússland meir og minna stjórnað frá Bandaríkjum. Já. Vopnabúnaðurinn er bandarískur, tæknin er bandarísk, gervitunglin eru bandarísk. Þegar að þeir gerðu tilræði við Putin, það er að segja, það heitir svo að Úkraínumenn hafi gert mordtilraunina jólin, þeir sendu 40 og eitthvað dróna til að drepa hann. Já, við tölum það í fyrir þætti. Þá er allur tölvubúnaðurinn í drónunum ótvíræður það hvað þeim var ætlað að gera og hvar þeir voru prógrameraður og hvaðan þeim var stjórnað. Það er allt saman frá Virginíu í Bandaríkjónum. En Bretar hafa auðvitað farið fyrir í óvildinni í garð Rússa og hatrinu sem að vissulega er mikil rækt í á öllum Vesturlöndum. Bretland, Frakkland, Þýskaland og svo framvegis. Norðurlandamenn eru farnir að standa sig ekki síður í þessu rússahatri heldur en þessar þjóðir sem ég nefndi. Það verður engin breyting á því með nýjum leiðtoga í Bretlandi nema síður verði. En hins vegar stendur það Bretum fyrir þrifum að þeir eru vita peningalausir. Þeir eru að hola innan sitt eigið samfélag til þess að geta haldið styrjöldinni við Rússa áfram í Úkraínu. Og Þjóðverjar gera þetta líka. Þeir eru búin að taka óhemju fjármuni frá almannatryggingunum í Þýskalandi til þess að verja í stríðið í Úkraínu og svo mætti náttúrulega nefna það í framhjálpi að við erum að verja gríðarlegum fjármunum Íslendingar í þessi manndráp og þessa spillingu sem að ríkir í Úkraínu. Víkjum þá að því sem að er núna að gerast gagnvart þeim samningum sem Trump þykist að ná við Írani, þó hann sé alltaf í öðru orði að láta Írani vita ef þeir hlýða ekki að þá verði þeir sprengdir í loft upp og síðan er þessi staða sem Trump virðist ekki ráða við, það er við Ísraels menn og Netanyahu sem að hérna segist bara alltaf að halda áfram að sprengja í Líbanon. Hvernig metur þú stöðuna þarna núna? Staðan núna eftir að slaknaði á beinum hernaði, þetta svo kallaða vopnahlé sem auðvitað er ekkit vopnahlé, að minnsta kosti ekki af hálfu Ísraelsmanna. Vopnahlé sem Bandaríkin og Íranir tóku sig saman að gera. Þetta vopnahlé er auðvitað staðfesting á því sem að er staðreyndin að Bandaríkin töpuðu þessu stríði. Og þau töpuðu því eiginlega frá fyrsta eða öðrum degi styrjaldarinnar. Hvernig útskýrur það? Já, þeir einfallega náðu engum þeim árangri sem var yfirlýstur. Þeir hafa ekki tekið úraníum birgðir Írana frá þeim. Þeim tókst ekki að eyðileggja forystu Írans með því að myrða alla forystumenn þeirra.
allt frá æjatollanum og hersöðingjónum og hérna sérfræðingunum, kjarnorku sérfræðingunum og svo framvegis. En stóra sprengingin í gegnum fjallið og niður í jörðina? Hún skiptir ekki nokkru máli, hún lokaði kannski einhverjum göngum tímabundið. Þetta er svo djúpt niður í granítinu að það vinnur engin sprengja á þessu. Getur lokað göngunum en það sem er þarna niður í jörðinni, það er allt saman óskemmt og á sínum stað. Og vísast að Íranir eigi aðrar leiðir að því heldur en þessa ganga sem að Bandaríkjamenn sprengdu á sínum tíma. Það er alveg sama á hvað þú lítur að engin markmið Bandaríkjana náðust í stríðinu. Og kannski er það augljósast og mest áberandi að Hormússund er að öllu leyti á valdi Írana. Bandaríski flotinn með 2 flugvélamóðskip og fjöldan allana fylgdarskipum hætta sér ekki grennd við Íran, liggja langt suður í Persaflóa, eiginlega út á Indlandshafi nánast og þor ekki að koma nær ströndum vegna þess að þeir vita það að Íranir gætu auðveldlega sökt þeim. Er þetta virkilega svona? Þetta er virkilega svona. En af hverju fáum við engar fréttir þetta? Og það er vegna þess að það hendar ekki okkur, við erum NATO-ríki og bandalagsríki Amerikanana og allt þetta, við kærum okkur ekki að fá neinar vondar fréttir það. Við viljum bara heyra góðar fréttir það. Það er gamalt og gott. Já, fyrirgefðu ég trúblaði. En hérna, þetta stríð það má endalaust talað þetta stríð. En Bandaríkjamenn töpuðu því frá fyrsta degi þegar Íranir blinduðu þá, byrjuðu á því að eyðileggja alla radara sem að þeir voru með á svæðinu til þess að fylgjast með flugumferð Írana og til þess að beina skotum sínum inn á Íran. Það er með ólíkindum að á öðrum degi átakana eftir að Bandaríkjamenn réðust á Írani á meðan að friðarumleitunum stóð. Þetta er náttúrulega með þvílíkum ólíkindum. Hvernig menn haga sér, siðleysið í framferði Bandaríkjana er algjört að Ísrael sé nú ekki nefnt. Og kannski er aðal ósigur Bandaríkjamanna og Ísraelsmanna fólkin í því að það fyrirlíta allir Ísrael, nema helst kannski leiðtogar Evrópuríkjana, Ástralíu og svo framvegis, en alþýða manna víðast hvað veröldina fyrirlítur Ísrael vegna framferðis Ísraelsmanna, bæði á Gaza og Vesturbakkanum og í þessum styrjöldum. Og menn fyrirlíta Bandaríkin líka, það segir bara engin neitt uppátt það. Því það er ekkert að marka sem þeir segja og að ráðast á aðra þjóð sem þú situr á fundum við í friðarumleitunum er náttúrulega svo fyrirlitlegt að það tekur einhver tali að nefna það. Fyrir nú utan alla aukagetuna, öll sjóránin og öll morðin sem þeir hafa staðið að til dæmis við Suður-Ameríku við Venezuela, þeir eru að myrða þar sjómenn á í hverjum einasta mánuði meir og minna, skjóta niður fiskiskip og hraðbáta hingað og þangað á þeirri forsendu að þessi að flytja eiturlíf. Þetta er svo fráleitt. Fyrir nú utan það sem við höfum nefnt áður að þeir standa að sjóránum víða heimshöfin. Trump sagði fyrir ekki mjög löngu síðan að þetta væri ábatasöm atvinnugrein. Við erum eins og sjóræningjar, segir hann, við tökum skip og farm, seljum hvort tveggja og græðum vel. Og þetta gera aðrar þjóðir líka sem eru skyldir kannanum, svo sem eins og Bretar og Frakkar. Það er ekki nema allt séu 10 dagar síðan að Bretar rændu skipi á Ermarsundi og alþjóðlegri siglingaleið. Skipið var að vísu undir fána, hvað ætli það hafi verið Zanzibar eða Máritíu eða einhverju Afrikuríki, en það flutti að sögn Bretana rússneska olíu og það var réttlætingi fyrir því að taka skipið
á alþjóðlegu hafsvæði, ræna því. Ég hef ekki fylgst með því hvað þeir gerðu við skipið eða farminn, en það mætti segja mér að þeir gerðu eins og Trump, seldu hvort tveggja og græddu vel á öllu saman. Sjórán á Miðjarðarhafi á vegum Frakka eru ekki óþekkt. Við erum bara komnir aftur á 17. öld eins og þetta var meðan að Bretar og Spánverjar áttust við, meðal annars stóðu Spánverjarnir frammi fyrir breskum sjóræningjum sem voru gerðir út af breskum stjórnvöldum. Við erum kannski bara komnir aftur fyrir allar alþjóðlegar samþyktir og en þá verður við að spurning hvort að við ættum ekki að fara að vita hvort að við fáum ekki skiphaldur minn ef við dytti í okkur að skreppa suður á England að ræna þá eins og við gerðum forðum. Ég er orðin þreyttur Geir en vegum eftir það erfiðasta. Hvernig verður komist hjá því að Ísraelsmenn taki til atómvopna og fara að sprengja? Þeir munu ekki líða Trump og þeir munu halda áfram og reyna að sigra Líbanon og hvað sem að Trump reynir með að sættast við Írani. Hvernig fer þetta? Það er erfitt að segja það. Ég veit það hins vegar að Ísraelsmenn hafa orðið fyrir gríðarlegum áföllum í innrásinni í Líbanon að undanförnu. Þeir hafa orðið fyrir miklu mannfalli sem er ekki sagt frá. Þeir hafa orðið fyrir miklu tjóni á vígvélum, tækjum. Þessir frægu Merkats skriðdrekar þeirra nú ekki betri en svo að það hægt að granda þeim eins og öðrum vígtólum. Og mannfallið undanfarnar vikur hleypur orðið á nokkrum hundruð. Þeir eiga mjög erfitt með að manna herinn. Fólk mætir ekki þó það sé því send herkvæðning. Menn strjúka úr vistinni. Það gengur á herinn. Hersöðingjarnir kvarta undan því að þeir hafi ekki mannskap. Og þó að þjóðin styðji þennan hernaðallan, þá þeir mjög ánægðir með forystu Netanyahus. Á sama tíma og þeir styðja stefnans, þetta alveg með ólíkindum. En þú hefur áhyggjur af því hvernig þetta fari, ég veit það ekki. Ef að Ísraelsmenn beita kjarnorkuvopnum gegn Íran, þætti mér líklegt að Íran myndi eyða Ísrael með venjulegum hefðbundum vopnum. Þó að Ísraelsmenn beittu öllum sínum kjarnorkusprengjum á Íran, þá myndi þeir ekki ná því að eyðileggja Íran. Landið er gríðarstórt. Íranir eru vel við því búnir að taka við loftárásum, jafnvel kjarnorkuárásum. Andlega eru þeir miklu betur undir það búnir heldur en Ísraelsmenn eru búnir undir þetta stríð. Þetta eru Shía múslímar og þeir eru ekki óvanir mótlæti, gera út á virðingu og jafnvel aðdáun á því sem þeir kalla píslarvotta og óttast ekki dauðan. Ísraelsmenn eru hins vegar mjög vestrænir, afsiðaðir, þó þeir hafi hátt sinn átrúnað annað slagið, þá þessi síónistar sem ráða fyrir þeim held ég meira á minna trúlausir menn, því að síónismin, gleymdu því ekki, upphaflega aþeisk pólitísk stefna, hefur ekkert með trúarbröð að gera. Og ef að Ísraelsmenn dirfast að beita kjarnorkuvopnum, þá þeir náttúrulega endanlega búin að fyrirgera allri virðingu og allri tiltrú heimsins. Og ef að Íranir svara með því að beita þeim vopnabúnaði sem þeir sannanlega hafa og Amerikanar að kvarta undan að þeir eigi, ég að tala hinnar fullkomnu langdraugu nákvæmu eldflaugar sem þeir eiga í stórum stíl og framleiða í stórum stíl, fyrir nú utan það sem þeir kunna hafa fengið frá Kínverjum, Rússum og Norður-Kóreumönnum. Því haldið fram að þeir hafa fengið vopn þaðan, ég ekki mjög trúaður á það, en ég trúaður á að þeir gætu fengið vopn þaðan eða þeir bæðu þau. Þeir þurfa bara ekki á því að halda. Þeim yrði lítið fyrir það að eyða Ísrael.
og það vita Ísraelsmenn. En þeir eru sennilega nógu brjálaðir þeir sem að ráða mestu þar eins og Netanyahu, Ben Gvir og Smolitz eða hvað hann heitir þarna. Þeir eru kannski nógu brjálaðir til þess að vilja endurtaka Masada-ævintýri þegar þeir vörðust á fjallinu, forðum, í uppreisninni 71 eftir Krist. Já. Og þegar að Rómverjarnir voru það bil að ná víginu þá enduðu þeir með því að drepa sig sjálfir frekar heldur en að falla lifandi í hendur Rómverjana. Þessi tilhneiging svo sem til í þeim. En þá þessi staða ljós þannig að það þýðir ekkert að spurja þig ég veit ekkert. Það þýðir ekkert að spurja þig það að þegar það heyrist að Trump sé farin að skamma forsætisráðherra Ísraels og hann svarar á þann hátt að þeir munu aldrei hætta við innrásina inn í Líbanon. Nei, þeir í fyrradag lýstu Ísraelsmenn vopnahléi, þeir skilgreindu orðið vopnahléi. Vopnahléi þýðir ekki að menn hætti að berjast, sögðu Ísraelsmenn. Það hefur enginn heyrt þessa skýringu á vopnahléi áður. Nei. Það að segja að hún virðist ganga út á það annar aðilinn hætti að berjast en hinn haldi áfram. Og það að segja Ísraelsmennir. Ég held að Ísraelsmennum blæði út í þessum hernaði. Leið og Bandaríkjamenn hætta að senda þeim vopn og herbúnað og peninga, þá geta þeir ekki meir. Og nema þá skjóta þeir atomsprengjum. Kannski, þarna er Trump eins og í mörgu öðru lausnarsteinnin. Hvað gerir hann, hvað segir hann og við hvað stendur hann? Það er ekkert að marka frá degi til dags það sem hann segir, það er ekkert að marka frá degi til dags sem hann gerir og það veit enginn og varla hann sjálfur hvað hann ætlar sér með morgundaginn. Það er bara hipsum haps og hér og nú aðferðin sem gildir hjá hann. Þú heldur þessu fram, en mögulegt að kallinn sé svo klár að þetta sé viljandi, þessi framsetning sem þú sért að lýsa, en bak við tjöldin sé hann meir og minna með það á hreinu hvernig hann ætla að ljúka þessum stríðum. Ég hef enga trú á því að hann sé svo snjall. Enga trú á því. Ég veit hins vegar að hafi Joe Biden grætt á hermangi í Úkraínu og víðar og fyrir vikið hefur Donald Trump kallaðan Biden glæpaforingja og talar the Biden crime family, að þá Donald Trump og hans fjölskylda engin eftirbátur í hermangi og braski. Meðan að það gengur vel, svo hleypur á $milljörðum og það auðvitað háð því að stríðið haldi áfram með einhverjum hætti, þá Trump bara í góðum málum. Eigum ekki að ljúka þessu? Nei, við skulum ekki ljúka því núna og við skulum ekki ljúka því á þessu vegna þess að ég held að Trump ráði ekki ferðin í Bandaríkjunum. Ég held að síonistarnir sem eiga peningana í Bandaríkjunum, síonistarnir sem komu honum til valda og hafa haldið honum við völd, muni sjá til þess að hann muni ekki hætta stuðningi við Ísrael. Hvorki vopnasendingum eða peningasendingum. Og þess vegna geltið að glammið í kallinum út af fyrir sig eitthvað sem menn fylgjast með en hann bítur ekki, hann glefsar ekki í áttina Ísrael. Það á ég ekki vona á hann geri. Því honum hengt fyrir það. Og hvað varðar Evrópu, af því þú komst í grennd við það áðan, að þá held ég að ástæðan fyrir því að Trump flytur hermenn úr herstöðum NATO í Evrópu sé einfallega svo að það ekkert fyrir þess að menn að gera í Evrópu og þeirra þörf annar staðar. Bandaríski herinn ekkert stór, hann undir 500.000 manna.
og bara úkraínski herinn öflugri heldur en bandaríski herinn hvað varðar mannafla og reynslu og þjálfun og rússneski herinn á aðra 1.000.000. Geir, nú eiginlega nú komið og ég náttúrulega alveg forviða á því þekkinguðinni og hvað þú ert inn í þessu og ég alveg samfærður að þetta meira og minna rétt sem þú ert að segja þó að ég reyni að Þó þú viljir ekki trúa því? Nei, það má nú segja það þannig en ég vil enda á að segja að þú vilt ekki segja að Trump sé svona klárað hann sé að gera þetta viljandi sem blasir við að það stendur ekki það sem hann að segja og svo kemur úthlaup til hægri eða vinstri en allavega staðan svo að hann búin að ná vopnahléi í því sem þú segir að sé vegna þess að hann var búin að tapa styrjöldinni. Næstum því búin að ná vopnahléi? Og svo framvegis leyfðu mér að enda þegar þú mótmælir því að maður sé svona gáfaður og ég ætla ekki að andmæla því en þá ætla ég að segja möguleiki að þrátt fyrir allt sé drottinn einhvern veginn að stjórna þessu með tilliti til þess að við náum friði að lokum. Já, vísast á drottinn síðasta orðið í þessu. Ég alveg samferður það. Hversu lengi sem þetta velkist áfram svona og hvernig sem það endar að þá gerist það ekki öðruvísi heldur en með því móti að drottinn lætur það enda. Og af því að ég trúi því að svo sé að þá óttast ég ekki kjarnorkubálið vegna þess að eins og ég hef áður sagt á þessum vettvangi að þá held ég að drottinn láti ekki einhverja óvita eyðileggja fyrir sér sköpunarverksið. Þegar hann gerir enda á heiminum þá gerir hann það sjálfur. Við segjum amen við því.